Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnir mig líka undir því nafni á Facebook og á Instagram. Í þessum þætti þá mun ég eingöngu tala um prjón og garn. Ef ég tek saman þættina sem sagt klár og í hverju er ég, að þá get ég sýnt ykkur þessa peysu sem ég var að klára. Hún er úr tinnublaði, þessi hérna. Ég ákvað að gera þessa peysu en nota þá afgangsgarnið mitt, svona hinur og þessar hespurnar, en hafði þennan lit upp alla peysuna. Ég hafði 2 þræði og þessi litur fer upp alla peysuna en svo skipti ég og kláraði alltaf svona hvern lit fyrir sig. Ég talaði þetta seinast og gerði það þannig að ég gerði þess að bólinn og ermarnar á sama tíma. Þannig ég svona fann alltaf út hversu langt ég gæti prjónað hvern lit fyrir sig. Ég hélt að ég myndi þurfa kannski meira garn og þetta yrði ekki nóg, þessi litur, en ég á alveg ekki bara þennan, heldur á ég annan hyggi líka, þannig að þetta dugði alveg vel. Ég vil að sýna ykkur að gamni, þetta er liturinn sem ég nota efst uppi og þegar þessi 2 litir koma saman að þá virka þeir aðeins, þá er náttúrulega virkaður öðruvísi heldur en ef ég væri bara með þennan lit. Það kemur svona samfella í það að nota alltaf 1 lit upp og þetta er eitthvað sem ég hugsa að ég noti þá núna hér eftir þegar ég er að fara að nota afgangana mína. Þannig að ég sýni ykkur eftir að ég keypti garn sem að ég ætlaði þá að hafa svona sem aðalþráð með svona afgöngum. En ég ætla að standa þessu upp og sýna ykkur. Hún er sem sagt svona. Það eru svolítið stuttar ermarnar. Ég er ekki búin að þvo peysuna og ég gerir ráð fyrir að þetta svona teygist aðeins á þessu. En annars er líka bara mjög þægilegt að hafa ermarnar svona. Mér finnst ekki þægilegt, sérstaklega ekki ef að það er komnar alveg hingað. Það finnst mér mjög óþægilegt. Þannig að ég ætla að sjá til. Gerði það viljandi að hafa ermarnar frekar stuttar. Ég býst við að þær lengist aðeins þegar ég fer að þvo þær. Ég fann aðra peysu í þessu tinnublaði sem ég fékk á bókasafninu daginn og er að hugsa að gera og það er þessi hérna. Þetta er sléttprjón og svo perluprjón. Ég var búin að kaupa garn þegar ég var á garnhelginni á Ingólfsstöðum núna í byrjun maí. Að þá fór ég í búðina Garnigangi og keypti þetta Holst garn. Þetta er ull og 55% ull og 45% bómull. Þannig að ég er svona vonast til þess að þetta verður ekki eins rosalega heitar eða hlýjar peysur úr þessu garni eins og alveg 100% ull. Og mig langar að prófa, ég ætla að prjóna úr, hér er gefið upp að maður er að nota 2,5 til 3, en ég ætla að nota þetta garn 2-falt og þá prjónanum með 4,5 eða 5 eða eitthvað. Ég hef eftir að finna það út. Ég fékk nýja sendingu í Sokkaklúbb Sveinu Bjarkar og það er þetta hérna. Ég ætla að setja inn mynd af málverkinu sem þetta er unnið upp úr og sjáuð alveg hvaða litir, þetta er alveg litirnir í málverkinu. Ég er búin að fara núna 2 til Akureyrar með stuttu millibili. Ég var þarna á garnhelginni í byrjun maí
og svo var ég á Akureyri núna síðustu helgi og þá þarf maður náttúrulega að kíkja í prjónabúð og Garn í gangi þarna sem að Sveina Björk og Ragnheiður eiga. Það stór hættulegt að fara þangað inn. Þegar ég var þarna í maí að þá keypti ég svolítið. Þá sem sagt keypti ég þennan hér lit, sem sagt peysuvirðin, af því nú ég hætt að kaupa eina hespu. Þetta þýðir ekki, þú veist, því þá lendi ég alltaf í svo vandræðum að það dugar ekkert í peysu fyrir mig eða eitthvað. Þannig að nú ég bara fann að kaupa peysuvirði. Og ég keypti þetta þá og ég keypti líka svona glimmerþráð. Þetta bara mjög svona fíngerður þráður og alveg heilmikið á þessum keflum. Við skulum sjá, 560 metrar, þannig að ég hugsa að þetta væri svolítið gaman að eiga til þess að setja svona smá bling í flíkurnar eða í það sem ég að prjóna. Og ég gat ekki valið 1 eða 2, heldur keypti ég 6. Alls konar liti. Já, það var þetta tvennt sem ég keypti þarna í maí. Svo fór ég núna helgina og þá hugsaði ég mitt af því að þá var ég að prjóna þessa peysu og mér fannst þetta að ganga svo vel og koma vel út að hafa einn þráð, aðalþráð sem færi alla peysuna og ég ákvað að kaupa þá garn til þess að nota sem svona aðalþráðinn og ég hélt mér við Holst-garnið, þetta og ég keypti gráan og ég keypti svona laxablikan. Þetta líka, þetta það sama og í hinum það sem ull og bómull. Ég held að þessi 2 litir munu koma svolítið vel út og ekkert vera þannig áberandi með öðrum litum. Þannig að þeir taki ekkert of mikið frá því garni sem ég nota svo með. Ég var jafnvel að spá í þegar ég fékk þennan að þá fór ég að kíkja eins á garni sem ég átti fyrir og það til dæmis að þetta þrennt væri svolítið skemmtilegt saman og mér dettur í hug að ég gæti þá haft þennan með. Það eitthvað sem ég alveg til í að skoða, en já, ég vil hafa svona þráð með það því þetta gatt sem þetta svona sokkagatt og þetta fyrir prjóna 2,5-3 og ég bara hætt að prjóna á mig peysur á þessa prjónastærð. Ég bara hef ekki þolinmæði í það. Ég held að þetta myndi koma svolítið vel út. Við vorum saman öll fjölskyldan fyrir norðanum seinustu helgi og ég ákvað að nota tækifærið, fá strákinn minn með mér í garnbúðina til þess að velja sér garn í peysu. Þannig að ég gaf honum í jólagjöf lofaði það að ég skyldi prjóna á hann peysu og hann ætti að velja garnið eða velja litina og það yrði ekki úr íslenska lópanum. Hann á náttúrulega venjulega lópapeysu en kvartar undan því að honum klægi undan þessu og svona, þannig að ég sagði alltaf að ég skal bara prjóna eina sem mjúk og við fundum þarna í Garn í gangi gatt sem heitir Wild Wool og hann sem sagt valdi þetta blái liturinn verður aðaliturinn og svo verður svona ljósgrátt og grænn í munstur. Ég ekki með neina ákveðna lopapeysu uppskrift sem ég ætla að fara eftir, ég ekkert búin að finna það, en þessi peysa verður þannig að hún verður bara blá sem aðalitur og svona sikksakk munstur þannig að það verður grátt og grænt innan í.
grátt sem sagt utan með í sigsakinu og svo grænt innan í. Þetta er það sem hann var búinn að ákveða, þannig að þá er náttúrulega bara fer maður eftir því. Og þetta er prjónað á prjóna númer 5 og ég sá Sveinabjörg hafði hérna prjóna kjól sem var hann til sýnis í búðinni. Óbáslega mjúkt og hvað þetta kemur vel út, þannig að ég hlakka til að sjá hvernig þetta mun prjónast, þessi peysa. Ég kom ekkert með sokkana neitt núna sem ég er að gera núna fyrir júnímánuð. Þeir hafa alveg verið í svona, bara í sínum poka, óhreyfðir, þar sem að ég lagði, þau datt alveg í það að prjóna þessa peysu. Þannig að það er nú ekkert mikið að frétta af þeim sokkum, en ég mun vera búin með það sokkapar fyrir næsta þátt. Eins og við varum að segja áðan að þá er það alveg hættulegt að fara í búðina gagn í gangi. Ég er búin að kaupa núna á stuttum tíma í 4 peysur. En þetta er líka rosalega flott gagn og þegar maður kemst ekki svo auðveldlega í þessa búð að þá verður maður bara að nota tækifæri þegar maður er þarna og versla svo svolítið. Það er nú eiginlega ekkert meira sem ég ætla að segja ykkur frá núna í dag. Ég stefna því að taka saumálina í gagnið núna bara á næstu dögum og sitja svolítið við hana og prófa ýmislegt. Þannig að ég segi bara takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.